Hjá okkur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra. Velkomin Sigmundur. Takk. Ekki ljóst af öllu með við mótmælinir á Austurvelli og þungar sem voru látin falla í þinginu í dag að þú gerðir stór, siðferðisleg og pólitísk mistök með að upplýsa ekki félagið Wintris og aðkomu þín að því? Já, ummæli í þinginu og það sem gekk á þar, eitt og sér ekki til þess fallið að dæma það hvort að maður hafi gert mistök. Í þessu máli eins og í allri minni pólitík frá því að ég hóf þátttöku í stjórnmálum hef ég reynt að nálgast hlutina þannig að taka fyrst og fremst og eingöngu ákvarðanir út frá því hvað ég tel almenningi hag. Það hins vegar alveg orðið augljóst, held ég með að segja núna, að ég hélt allt of lengi í það sem að ég hafði sem algjört grundvallar prinsip að blanda ekki málefnum eiginkonu minnar eða fjölskyldu í þennan pólitíska slag sem er búin að vera viðvarandi á Íslandi undanfarin ár. Það má hverjum vera ljóst núna að sjálfsögðu hefði ég átt að gera það fyrir, þó að með því hefði ég á vissan átt verið að brjóta blað því að stjórnmálamenn hafa varið þetta prinsip almennt. En ég vildi auðvitað að maður hefði stigið fyrirfram og farið að ræða þessi mál vegna þess að staðreyndir málsins, já, þær standa fyrir sínu. En það ekki bara siðferðislega, hefði ekki bara verið siðferðislega rétt á fyrstu stigum þínum sem stjórnmálamanns að greina frá þessu? Hefði það ekki bara verið burtséð frá öllum viðbrögðum, hefði ekki bara verið rétti hluturinn að gera? Það er siðferðislega rétt fyrir stjórnmálamenn að sjálfsögðu að fylgja þeim reglum sem eru fyrir hendi og það liggur fyrir að ég gerði það. En það er líka siðferðisleg skylda stjórnmálamanna að taka ákvarðanir, gera það sem þeir telja þeim málum sem þeir eru að vinna fyrir bestu. Ég ekkert viss að það hefði verið þessum málum sem að ég búin að vinna svona mikið fyrir bestu og þeim árangri sem að náðist þar ef að ég hefði farið að blanda eiginkonu minni í þá umræðu á sínum tíma. En hins vegar alveg ljóst núna að það er margt sem að betur má fara hjá mér eins og öðru fólki og ég þarf að velta því fyrir mér auðvitað, læra af reynslunum og velta því fyrir mér í hverju skrifi, hvernig maður gerir hlutina best. Ertu hræddur að þú segir núna að þú sjáir eftir að hafa ekki sagt frá tengslum við þetta félag? Ertu hræddur að það sé of seint, að það sé reiðin vegna þessa máls sé orðin of mikil, að það sé of seint fyrir þig að segja það núna? Telur þú njótið trausts miðað við allt það sem hefur gengið á þessi fjölmennustu mótmæli sögunar sem við sáum hérna í dag? Já, þeir voru ekki alveg búnir að telja það en látið það liggja milli hluta. Það er gríðarlegur fjöldi. Mikill fjöldi að mótmæla núna og við höfum áður séð mikinn fjölda mótmæla minni ríkisstjórn og fyrir ríkisstjórnum og það er alveg ljóst að ég nýti ekki traust hjá öllum, svo mikið víst, það blasir við. Með þess að Ásmundur Einar gengur ekki svo langt að lýsa fullu stuðningi við þig. Bjarni Benediktsson segir að hann gefi ekki út traustsyfirlýsingar eftir pöntunum. Maður hugsa sér svo, er bara hreinlega orðið of seint fyrir þig? Er þín pólitíska staða bara hreinlega orðið þannig að þetta er orðið of lítið, of seint? Nei, orð Bjarna Benediktssonar er alveg í samræmi við það sem að hann hefur sagt áður þegar hann hefur verið spurður slíka spurninga ráðherra í sínum flokki líka. Já, með þess að Brynjar Níelsson var í fréttunum á hann og sagði að það væri augljóst að það væri of mikið búið að gerast. Mótmælin væri þess eðlis að yrði að hlusta á fólk. Maður velti fyrir sér, maður sér ekki samherja þína í hrönnum til dæmis í dag. Það virðist eins og pólitískir það er óvenju hljótt í röðum samherja. Það var nú sett út á það fyrir fáeinum dögum að þeir hefðu of hátt og það veri of mikið að þeir væru að ganga fram mér til varnar. Það er hins vegar fullkomlega skiljanlegt að hvort sem samherjar, andstæðingar eða aðrir vilji kynna sér málið, vilji hafa svigrúm til þess að átta sig á því hvernig raunverulega liggur í málinu. Ég hef fullkominn skilning á því og hvað varðar það hvort það ekki sé of seint að fara að ræða þessi mál? Nei, mér finnst það alls ekki of seint að benda á grundvallar staðreyndir málsins sem að eru þær að í ljós komið að konan mín hefur alltaf staðið skil á sínum gagnvart íslensku samfélagi. Hvernig vitum við það? Ríkisskattstjóri segir að það sé engin leið að fá það 100% á hreint
og sannreina þær upplýsingar sem eru gefnar úr þessu skatta. Hvernig eigum Viltu opna ykkar bókhald? Verðið þið ekki að gera það? Verðið þú ekki að bara hreinlega leggja það til að verið farið grúndýrt af einhverjum aðila yfir ykkar fjármál, svo að hafið yfir allan vaf? Þess að við getum ekki bara hreinlega tekið þín orð eða konuðinnar fyrir því eða hvað? En það kann að vera að það sé bara orðið tímabært, þó að það sé auðvitað stórt skref að taka að ætlast til þess að magasínum að hún fari að leggja öll sín gögn á borðið um skatta og eignir og svo framvegis, en ég viss að hún örugglega til í það. Værið þú til að fallast á eitthvað slíkt? Já, þó að ég hafi til dæmis talið óviðeigandi þegar að menntamálaráðherra lagði fram sín gögn, eða óviðeigandi ekki rétt á orðum, ég varst ekki að þetta setja hann í þá stöðu. Hann ákvað engu að síður að gera það. Nú hef ég skilning á því hvers vegna hann tók það ákvörðun. Þannig að ég held að í þessu tilviki sé það orðið að sjálfsagðri kröfu að hún geri ennþá betur grein fyrir þessu. En ég minni þó á það að strax í upphafi lagði hún fram staðfestingu frá endurskoðanda á að hún hefði greitt alla skatta frá upphafi. Og það hefur reyndar komið fram í fjölmiðlum árlega hvað hún á mikla peninga og greiðir á þeim mikla skatta. Þannig að það sjálfur sér kannski ekki stórmál að leggja þessar upplýsingar allar fram núna. En við hljótum líka að velta því fyrir okkur. Þurfum við þá ekki að krefjast sambærilegra hluta af öðrum? Þurfum við ekki að fá, svo ég noti nú einn gamalkunna frasa, allt upp á borðið hjá öllum sem hafa verið í þessari stjórnmálabaráttu undanfarin ár og taka stórar ákvarðanir? Svona þegar þið ákvaðu upphaflega að stofna þetta félag, þá hlýtur á einhverjum skjölum og þeim skjölum sem við séð nafnið á bresku Jómfrúareyjunum, Tortóla, Virgin Islands, þetta hlýtur að hafa komið fyrir einhvers staðar. Datt þér aldrei í hug að þetta væri mögulega vond hugmynd, að þetta gæti ef til vill komið þér í koll að gera þetta með þessum hætti? Satt best að segja, þá hugsuðum við ekkert út í það á þessum tíma, heldur einfaldlega fylgdum ráðgjöf bankans og mér skilst að í þessum banka þá hafi það bara verið almenn regla að stofna svona félag á bakvið hvernig reikning þar. Þeir eru bæði greint fólk, Sigmundur, og það er varlega að segja að við fylgdum bara ráðgjöf bankans. Ég meina að vita allir sem þekkja til að þessi félög eru tengt við skattaskjól, þessu aflandsfélög og svo framvegis. Burtséð því hvort það hefur verið nýtt í þeim tilgangi eða ekki. En þá er það varla sæmandi forsætisráðherra að segja að við fylgdum bara ráðgjöf bankans. Vissu þið ekki fullvel í hvaða tilgangi félög á þessum stöðum eru nýtt? Ég vil að merkja, þetta er nú áður en ég verð forsætisráðherra, en félög á þessum stöðum eru ekki í öllum tilvikum nýtt til þess að fela eignir. Það er ýmsar ástæður fyrir því að þessi félög eru stofnuð með þessum hætti og konan mín var alveg skýr á því strax í upphafi að hún vildi gefa upp alla skatta á Íslandi og ekki einu sinni nýta möguleika sem henni var bent á að fresta skattgreiðslum. Þannig að það lá alveg kristaltært fyrir. Jú, eftir á að hyggja að sjálfsögðu, þá varla til svo manneskja á Íslandi nema líklega konan mín sem að sér meir eftir því að þessi leið hafi verið farin. Og það er alveg sjálfsagt mál að biðjast afsökunar á því að hafa ekki séð í gegnum þetta á sínum tíma, en þetta var hin almenna venja fyrir fólk sem að átti einhverja peningum, en svo við sjáum núna á því að það eru mörg hundruð þúsundir kannski svona félaga sem hafa verið stofnuð. En ég minni bara á að aðalatriði í þessu öllu er að gefa allt upp, greiða sína skatta. Og það snýst umræðan úti núna að menn nýti þetta til þess að komast að því hverjir greitu skattanir sína og hverjir ekki. Og þar hefur verið fegin að sjá í mörgum erlendum fjölmiðlum að þeir taka sérstaklega fram ekkert bendi til þess að forsætisráðherrann eða kona hans hafi falið peninga að stingja skatt. Síðan ferðu og býður þið fram sem formaður Framsóknarflokksins, þú verður forsætisráðherra og þið eigið ennþá þetta félag eða konaðinn. Kom það aldrei til greina að koma með þessa peninga hingað tilbaka? Þú hefur sagt að það gæti mögulega verið óheppilegt ef hún væri að fjárfesta í fyrirtækjum hérna, en það er ekkert eini valkosturinn. Það er fullt af fólki sem með 100 milljóna bankareikningum, það er hægt að fjárfesta í ríkisskuldabréfum. Allt hefði þetta vakið spurningar, til dæmis ef hún hefði farið að fjárfesta í verðtryggðum ríkisskuldabréfum á háum vöxtum, einhvað sem ég er búinn að vera gagnrýna í rauninni frá því ég byrjaði í pólitík. Ef hún hefði keypt í íslenskum fyrirtækjum, þá hefði það vakið spurningar og svo framvegis. Þannig að hún mat það sem svo og ég var þakklátur henni fyrir það. Ég sagði henni að ég kynni að meta það hún væri til í að hafa þessa afstöðu.
hennar mat var það að það myndi ekki borga sig að hún væri í einhverjum fjárfestingum hér á Íslandi að meðan ég var í stjórnmálum. Það myndi frekar borga sig að vera með peningana á tortóla. Það væri hægt að gera allt slíkt tortryggilegt. Peningana haldið utanum eins og komið hefur fram hjá viðskiptabanka hennar í London. Hún vildi náttúrulega örugglega löngu vera laus við þetta fyrirtæki og strax eftir að bankinn sem kom því á fór á hausinn í hruninu, þá létum kanna það hvort það ekki væri einfaldast bara að losa þetta úr þessu fyrirtæki og hafa það þá bara beint í bankanum. En þá voru þessi peningar sem hafði átt inn í íslensku bönkunum orðnir fastir þarna og menn sáu alla vankanta á því. En ég held að væri mjög æskilegt að losna við þetta sem fyrst. Kveðstaldri fyrir því að nafn þessa félags myndi skjóta upp kollinum. Hugsaðar aldrei þetta gæti orðið vandræðamál fyrir mig? Ég hugsaði eiginlega ekkert þetta félag, enda sko, var það bara einhvað sem var á bak við þennan reikning konunnar minnar og nafnið mér þess að varla að maður myndi hvað þetta héti, hún valdi ekki einu sinni nafnið, það er bara einhvað sem bankinn skráir. Hins vegar auðvitað hugsaði maður með sér og velti því að vel fyrir sér í kosningabaráttunni 2013 hvort að maður ætti að fara að státa sig að því að maður væri hér að berjast fyrir því að færa niður húsnæðisskuldir og að rétta við efnahagslífið og leið að fórna eignum konuna sínar. Margir segja ástæðan fyrir því að þetta mál sé að vinda svona upp á sig sé ekki síst viðbrögð þín við þessum upplýsingum. Þú neitar að mæta í viðtöl til RÚV eða hefur að minnsta kosti gert í margar vikur og hefur sakað fréttamenn þar að vera einhverjum erindagjörðum og það er svona ákveðin, ég myndi segja óheppileg viðbrögð við að maður myndi telja eðlilegri viðleitni blaðamanna við að koma upplýsingum á framfæri. Hvað skýrir, af hverju talar svona til að mynda fréttamenn á RÚV sem eru bara að vinna vinnuna sína? Já, það er alveg rétt. Ég hef ekki alveg verið sáttur við nálgun Ríkisútvarpsins á þetta, meðal annars þegar maður heyrir af því að þar sé verið að hringja í fólk og afla upplýsinga þetta og þegar menn fái þau svör að það sé rétt sem að við séum búin að leggja fram, að þá vilji menn ekki heyra það og leita einhver öðru. Breytir ekki því að maður á ekki að láta umræðuna trufla sig og ég mætti fyrst í svona alvöru viðtali í Fréttablaðinu og fannst mér þá að ég væri í raun að brjóta prinsipið sem ég hafði ætlað að hafa, að halda konunum minni utan við þetta, en ég átti að gera það fyrr. Það er ein af mínum mistökum í þessum máli, ég hefði átti að gera það fyrr, svo sannarlega. Við komumst því miður ekki lengra með þetta, því miður þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Sigmundur, við þurfum að fara í auglýsingar.